Til hvers notum við senerdíóðu? Við notum senerdíóðu til þess að verja inngang á einhverjum tækjum. Ef að spennan getur átt til að verða of há, þá ver senerdíóða inngang á einhverjum tækjum, til dæmis eins og nándarskynjurum. Þá passar hún upp að verða ekki spanpúls frá spólu, skemmi ekki innri rásir í nándarskynjurum til dæmis. Og svona, þetta oft svona til að verja það að spennan verði ekki of há á einhverjum hluta rásar eða í rásinni í heild. Og senerdíóðan getur haldið fastri spennu, þannig að hún getur líka verið eins og föst stærð, eins og eitthvað fast óskgildi til dæmis. Hún notuð sem það til dæmis í spennustilli sem við skoðum seinna. Senerdíóðan, hún þannig, hún virkar eins og venjuleg afreiðsdíóða í forspennta átt, en hún eiginlega minnst notuð þannig. Hún mest notuð tengd upp bakspennt, og þar sem hún brotnar niður, þar hún notuð á ákveðnu sviði, upp að ákveðnum straum. Þannig að það eru framleidda bara fyrir einhverja fasta ákveðna spennu. Hver og ein senerdíóða hefur sína spennumerkingu, svokallaða senerspennu. Og við getum keypt senerspennu fyrir kannski 10 volt, 12 volt og nokkur fleiri gildi, 24 volt ábyggilega líka, og það eru nokkur mismunandi spennugildi sem hægt að kaupa senerdíóður. Þetta svona standard framleiðsla á þessum senerdíóðum, en þær eru tengdar, eins og við sjáum hérna á þessari rás, bakspenntar. Eins og þessi með 12 volta senerspennu, og þá til þess að nota þetta, þá getum við verið með stillanlega spennugjafa sem nær upp í 16 volt, en senerdíóðan myndi halda yfir rás sem myndi tengjast hérna áfram 12 volta spennu. Þannig að ef við tengjum eitthvað tæki hérna sem væri fyrir 12 volt, hliðtengdast yfir senerdíóðana, þannig að senerdíóðan passar upp á það að spennan verði aldrei hærri en 12 volt yfir tækið. En við værum kannski með geislaspilara sem myndum endilega vilja nota í bílum hjá okkur, og þessi geislaspilari hann væri fyrir kannski 9 volta spennu. Þá kannski myndum við fá okkur, ef að væri til svona senerdíóð sem væri með senerspennu. Örugglega best var að fá senerspennu ef við gætum keypt senerdíóð með 9 volta senerspennu. Þá myndum við bara hliðtengja geislaspilaran hérna við þannig rás. En við þurfum alltaf að vera með raðtengt viðnám til þess að fella spennuna niður. Í annars ræður ekki senerdíóðan við að hliðtengjast beint við rafgeimi eða spennugjafa með hærri spennu. Það gengur náttúrulega ekki. Við verðum að vera með raðtengt viðnám, og það þarf að vera af réttri stærð. Og hérna, það það sem við þurfum að gera hérna. Við erum að læra að reikna út stærðina í ómum á þessu viðnámi hérna, og kannski svo líka hvað þarf að vera stórt í vöttum í einhverjum tilfellum. Það getur líka skipt máli, því að þetta viðnám, það þarf að þola líka allan álagsstrauminn. Það maksstrauminn sem senerdíóðan þolir, og það náttúrulega, þegar að tækið ekki í sambandi, þá í rauninni fer mestu straumur gegnum senerdíóðana. Og þá aflmerkingin á senerdíóðanni sem ræður hversu mikinn straumur má fara hérna rásina. Og þá setjum við og reiknum út rétta stærð af mótstöðu hérna, sem þarf að vera svo að senerdíóðan hún þoli þessa spennu eða þennan straum sem fer hérna í gegn, og þá hún náttúrulega umbreytir raforku í varmorku, þegar að straumur fer hana, þegar ekkert tæki í sambandi, annars færi straumurinn hérna tæki líka, og það myndi létta á straumnum sem að fær ekki eins mikill straumur senerdíóðana. En núna skulum við skoða eitthvað sýnidæmi þetta.
við erum með spennugjafa sem gefur okkur 12 volt og við höfum hérna senendíóðu með 8,2 volta sinner spennu. Og við þurfum í rauninni að reikna út max díóðunar út frá afli díóðunar. Og aflið sem að hún þolir að umbreyta í varmorku 500 milliwatt. Og þá þurfum við bara að reikna út hámarksstrauminn max, segjum þá P aflið deilt með spennunni eða sinnerspennunni. Þurfum ekki að breyta í watt? Jú, við myndum, því að þetta í milliwöttum, þá skrifum stærðin í milliamperum, sko, en við getum sett þetta í vöttum, deilum með spennunni og þá fáum við strauminn í amperum og getum breytt honum svo aftur í milliamper. Og þá reiknum við þetta út, stærðina síðan þegar við erum búin að fá út þennan straum. Þá getum við, þá vitum við líka sem sagt hvað spennufallið mikið yfir viðnámið. Þarfum að nota þá spennu. Við þurfum að fella spennuna niður 3,8 volt vegna þess að spennugjafarspennan 12 volt en sinnerspennan bara 8,2 volt. Restin af spennunni verður að falla yfir þetta raðtengda viðnám. Og þetta raðtengda viðnám þetta í rauninni ver senendíóðuna frá því að skemmast. Og þannig að straumurinn verði ekki of mikill. Þannig að max hámarksstraumurinn sem getur farið í gegnum senendíóðuna. Og til þess að vera réttum megin við strikið að þá veljum við næstu standardstærð fyrir ofan þá tölum sem við reiknum út svo að við séum ekki með of mikinn straum í rásinni. Svo að næsta staðlaga stærð fyrir ofan 62 ohm þá 68 ohm kannski og við það minnkar þá straumurinn niður í 55,8 milliampere. Svo þetta eitt sýnidæmi og annað sýnidæmi hérna. Ef við tengjum álag að núna færi ákveðin straumur hérna í gegnum álagið, 40 milliampere, og þá dregst það frá náttúrulega heildarstraumum sem færi rásina og þá fer bara 21 milliampere þá í gegnum senendíóðu þannig að hún þarf ekki að þola eins mikið. Ok. Þá gefið upp viðnámið í díóðunni? Nei, það bara aflið. Já. Og út frá aflinu þurfum við í rauninni að reikna út hámarksstrauminn. Og svo fer það bara eftir hvað spennugjafinn sem við erum að nota með háa spennu. Hvað síðan við þurfum að fella háa spennu hér, niður, fyrir senendíóðuna. Þannig þetta, ok, við erum þá sem sagt búin að sjá þetta hvað gerist þegar við tengjum álag við þessa rás að þá í rauninni bara lækkar straumurinn sem fer í gegnum senendíóðuna og hún varpar eða sem sagt þarf ekki að umbreyta eins miklu yfir í varmaorku. Og síðan skulum við skoða aðeins finna hvar ljóstíðan og líta á hana.